Komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4, föstudaginn 29. september. Það að verða dömulegra hér í stúdíónu hjá okkur og allt orðið bleikt og fallegt og það kemur til af því að bærinn okkar verður afar dömulegur í október. Velkomna báðar tvær. Hvernig kom þessi hugmynd til á sínu tíma? Þú ert nú frumkvöðull í dömulegum dekurdögum á Akureyri, Vilborg. Hvernig byrjaði það ævintýri allt? Já, það var 2008 að við vorum að tala saman tvær, ég úr verslun og önnur úr ferðabransanum, vorum að tala hvernig mætti glæða bæinn lífi í október. Þannig var nú kviknað þetta nú allt saman. Og hann hefur heldur betur tekið við sér, það ekki? Jú, þetta var svolítið skemmtilegt að við byrjuðum að fá fyrirtæki, þetta var nú í rauninni kannski bara í skugga hrunsins. En jú, og svo hefur þetta bara vaxið og dafnað og fyrirtæki sem sagt eru milli 50 og 100 sem eru að taka þátt. Þau borga þátttökugjöld og við auglýsum viðburðinn og svo finna allir eitthvað skemmtilegt til að gera í sínum fyrirtækjum, gera meira eða minna bleikt og draga fram eitthvað skemmtilegt og alls konar viðburðir í kringum þetta. Og svo í rauninni stofnum við félag og í bleikum október var eðlilegast að tilenga þá Krabbameinsfélagi Akureyrar þann mismun sem eftir væri þegar væri búið að gera upp eftir hvern viðburð. Og þannig að við höfum tengt þetta rækilega Krabbameinsfélaginu og gerðum í upphafi logo, dömulegi dekurdagur, og það bleikt og búið að vera náttúrulega allan tíman og við höfum verið með slaufurnar í staura og svo fyrst vorum við að selja töskur handtrykktar og til styrkta náttúrulega Krabbameinsfélaginu og svo höfum við verið með klúta síðustu ár og þannig að við leggjum okkar að mörkum til þess að gera eins bleikt og hægt og eins skemmtilegt og hægt Já, og Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis hefur notið góðs af, eða það að segja þeir sem þangað leita. Já, heldur betur. Já. Hverju hefur þetta breytt fyrir félagið, akkurat þessi viðburður? Fyrir það að við fáum dálítið mikið af peningum og getum þar að leiðandi hjálpað eða styrkt mjög marga sem þurfa á því að halda, þá sérstaklega þeir sem þurfa að fara til Reykjavíkur og gista þar í lengri tíma, þeir þurfa að borga svolítið mikið, þannig við höfum styrkt það. Og greitt það niður þá? Við greitt það niður, já, þannig að fólk sem sagt geti í rauninni fengið húsnæði. Því að eitt nú að greinast með krabbamein og svo eru fjárhagsáhyggjur annað, þannig að þið eru að leggja ykkar að mörkum til þess að létta því. Já, en það sem líka hefur verið svo gott við þetta frábæra framtak sem þær hafa frundið af stað það að fólk verður miklu meira var við Krabbameinsfélagið, við erum miklu sýnilegri og þegar við erum miklu sýnilegri bæði það að þær eru búin að vera auglýsa okkur eða kynna okkur að því að þær eru að styrkja okkur svona mikið og við erum búin að vera sýnilegri sjálfar eins og við erum á föstudagskvöldi þarna 7. október verðum við í Centro að kynna Krabbameinsfélagið og við erum alltaf með svokallað brjóstavesti þar sem að fólk getur komið og svona komið aðeins við og fundið hnúta og svoleiðis, þannig við erum með kynningu því, að þá hefur einhvern veginn, það vita miklu fleiri af okkur. Og það það sem svo jákvætt. Já, hvað eru að koma til ykkar á ári? Ertu með einhverja svona tölur það? Hvað margar heimsóknir þið fáið frá fólki sem hefur greinst með krabbamein? Já, ég ekki alveg með það í kollinum, en það hefur aukist mjög mikið. Já. En við höfum líka, það bæst svolítið mikið við hjá okkur í hópastarfi, við erum með meiri fræðslu og svo eins og í október þá núna í ár verður bleikur október nánast einblínt á bara ráðgjöf og stuðning. Það verður ekki svona hefðbundin sala í rauninni nema á bleikuslaufinni en svo bara einblínt á ráðgjöf og stuðning fyrir þann greinda og aðstandendur og fjölskyldur og vinnufélag, börn. Já. Sem að skipti nú ekki minnst máli. Nei. Eitt að það komi október alltaf einu sinni ári, en undirbúningur fyrir dömulegu dekurdagana, hann tekur meira en viku, trúi ég. Já, og það skemmtilegt, það hópur kvenna, við sem sagt Inga Vestmann í Petromyndum og ég í Centro, við erum forsvari, en svo bara eiginlega getum við smellt fingur og þá kemur hópur af konum. Og það svo gaman, það svo margir sem eru til í að taka þátt. Og við til dæmis í fjáröfluninni, þá erum við að selja hér klúta og sem Centro gefur klútana og svo kemur hópur af konum og handtrykkir munstur og fáum aðstöðu í verkmenntaskóla
Bryndís á Skjaldarvík, hún gerir hérna munstur fyrir á hverju ári og þarna erum við kvöldstund eða kvöldstundir og vinnum þetta og svo seljum við þessa klúta þá til, þeir eru seldir á 3.000 krónur og öll upphæðin fer til Krabbameinsfélagsins. Já, bara óskipt. Við erum að selja þessa klúta í Centro og í Petro og þeir sem eru annars staðar á landinu geta pantað gegnum Facebook síðan okkar. Og það er svo skemmtilegt að þú veist, þetta bæði er svona lít og gott og gott framlag. Og svo erum við líka varandi undirbúningin, þá erum við hér með slaufur sem við erum með slaufur sem bindum í staura, bjóðum fólki að kaupa, styrkja okkur 5.000 krónur og við mætum með stigan og bara bindum í staurana við heimilin. Og þarna er bundið úr 2 kílómetrum og það næsta binda úr kannski 100 metrum á kvöldi, þannig að reikniði nú, það tekur nokkur kvöld. Og bara kósí svona hérna yfir sjónvarpinu eða með hópi kvenna að binda. Þannig að, og svo komum við saman, splittum okkur í ýmsa hluta bæjarins og erum upp í stiga fram til 5. október. Það er eins gott að viðri vel á ykkur svo við fjúki ekki niður stiga. Já, við hefum bleikar skíðabuxur og vindjakka og allt mögulegt, þannig að það er bara verið í gluggunum og fylgist með. Já, þannig að það fer að færast, þessi bleiki litur færist yfir Akureyri hægt og bítandi núna næstu dagar, það ekki? Já. En hvað viljið þið segja við þá sem eru til dæmis eins og þið nýgreindir með krabbamein og eru svona að feta sín fyrstu spor í þessu? Hvaða ráðleggingar getur þið gefið fólki? Endilega koma bara á Krabbameinsfélagið og það er hægt að fá viðtal við hjúkrunarfræðing og við erum komið sálfræðing líka og í rauninni bara út frá því er hægt að leiða manneskjuna áfram sko. Bendinni þá í einhvern farveg eins og að hitta sálfræðinginn eða... Og ná áttum. Já, í rauninni sko. Ég held að það sé... Mjög mikilvægt. Já. Og fyrir þá sem vilja styrkja því að það er náttúrulega fleiri þúsund manns sem vilja koma að þessu og þá er margar leiðir til þess að gera það. Það er að koma bara í Centro, Petro, fá á netinu, það ætti ekki að vera neitt vandamál. Og dömulegir eru næstu helgi, sem byrja 5. til 8. Og nóg dagskrá þar og það er hægt að finna hana bara inn á Facebookinu, svo allt, er það ekki? Jú. Dömur kærar það ekki fyrir að koma og deila sem með okkur gangi ykkur sem allra best með þetta. Og við höldum áfram hér eftir stuttastund.